Hjalti Þór Viljámsson, þjálfari. Hjalti, númer 1, til hamingju með bikarmeistaratitilinn í drengjaflokki. Þetta var glæsilegur leikur á strákunum. Já, þeir voru velstemdir og maður bara fann það alla vikuna. Þeir voru velstemdir og gíraðir inn í þennan leik og ætluðu sér sigur. Og þeir heldur betur mætti til leiks og gerðu þetta bara þokkalega þægilegt þannig. Í þessum hópi eru náttúrulega drengi sem við erum að nota í meistaraflokki og það er náttúrulega nú bara að vona að þeir komið svona vel stemdi til leiks þegar að stóru bikarmeistararnir úr Tindastóli koma hérna í heimsókn á morgun. Það verður eitthvað. Já, ég meina allavega í dag þá er þetta besta lið á landinu. Ég meina þeir vinnu KR í úrslitaleik og unnu Hauka sem að voru svolítið skriði. Þannig að það verður bara gaman að mæta þeim og fyrir ungu strákana það er bara mjög gaman að mæta bikarmeisturunum og bara frábært að fá að svona aðeins að svona miða sig við á. Þeir eru náttúrulega sem að segja, þeir eru náttúrulega sjóðandi heitir og þeir tóku KR-inga hreinlega í bakaríu og þetta gerði það verkum að þessi leikur var aldrei spennandi nema bara rétt þetta augnablik sem var 0-0. Já, ég meina staðan var hvað 14-0 og 19-2 eða eitthvað og þeir eru rauninni bara kláruðu leikinn á fyrstu 5 mínútunum en við þurfum auðvitað að mæta stemdir og ég meina leggja okkur fram og gera allt sem í okkar valdi stendur til að reyna að vinna hann leik og ég meina maður vinnur aldrei nema að reyna og við ætlum bara að reyna það á morgun. Hver er lykillinn að því að stoppa liðið eins og Tindastól? Ég meina þeir eru náttúrulega með fullt af leikmönnum og alveg örugglega 12 leikmenn sem að geta spilað þessari deild og en það eru svo sem bara 5 inn á og við þurfum bara að dekka 5 í einu en við þurfum að stoppa þessar skittur hjá þeim og stoppa þessi hraðaflip hjá þeim. Þetta sagði nú Benni líka í fyrra þegar við spilum við á tvisvarsinnum hérna í janúar í fyrra, fyrst í annar leikurinn í deild og hinn í bikar og Benni sagði einmitt þetta, þeir hefðu bara á að skipa 2 liðum en við tókum þeim báðu leikjunum hérna heima þannig að þetta er alveg hægt. Já, ég vonandi bara munast strákarnir eftir því og fá svona sjálfstraust úr því að við höfum unnið á tvisvar í seinasta vetur og þeim kannski líður ekkert rosalega vel maður veit það ekki, vonandi ekki. Svo náttúrulega líka ef við förum aðeins bara í það að þið náttúrulega gerðu vel í síðustu umferð og tóku Keflvíkingana á þeirra heimavelli. Var ekki sætt að leggja bróðurinn? Jú, það var virkilega sætt og mjög gaman og strákarnir svo sem lögðu sér mikið fram í þeim leik og við hittum á þrælgóðan leik hjá okkur. Ég meina við vorum að hitta rosalega vel fyrir utan og gerðum þetta rosalega vel en vörnin var ekkert eitthvað frábær. Ég meina þeir skora 98 stig og mörg af þessu stigum voru full auðveld en við hittum vel og það svona lagði grunn að sigrinum. Það er náttúrulega það fyrirgefst að vörnin hafi ekki verið alveg eins og upp á það besta, fyrsta sóknin gekk þetta vel. Já, sigur. Ég meina við ætlum bara að vera yfir eftir 40 mínútur og það gerðum við. Hjalti, við erum að hvetja náttúrulega Mjölnismenn og alla Akureyringa til þess að fjölmenna hérna því að það má búast við því að Sauðkrekkingar fjölmenni hérna í höllina, það er viðbúið. Já, ég meina það er stutt að fara yfir fjallið og ég meina Sauðkrekkingar eins og þú segir að þeir munu pottið mæta vel. Þannig ég vona svo innilega að allir Akureyringar og Mjölnismenn mæti á morgun og styðji okkur til sigurs. Þetta verður skemmtun. Þetta verður skemmtun. Ég held að gangi ykkur vel. Takk hérlega. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.